Hvað fitufrysting? Fitufrysting aðferð sem notuð til þess að eyða upp svona litlum fitufellingum. Það sem fólk getur þess að gera í kjörþyngd, en hefur bara ennþá fitufellingarnar. Já. Það svona klassist svona eins og á maga og síðum og svoleiðis. Og þessi tækni byggir á því að kæla eða frysta húðina niður í -5 til +5 gráður. Guðbjörg Halldórsdóttir ákvað að prófa fitufrystingu hjá útlitslækningu og ég fekk að fylgjast með ferlinu. Í sjálfu sér má velja hvaða svæði sem en maður þarf aðeins að spekulera í það þarf að vera fitufelling. Já. Og það má ekki vera undirliggjandi kvíðslit eða eitthvað svoleiðis. Og svo það líka velja þá einstaklinga sem passa fyrir þetta. Þeir sem eru komnir með meira heldur en fitufellingar sem eru litlar, þeir eiga heima í annars konar meðferðum eins og fitusogi eða sundu. Síðan þá líka að fara í gegnum mögulegar áhættur. Og það svona hluti sem ákveðnar frábendingar sem ástæða fyrir við notum þetta ekki. Það meðal annars kuldabráðaofnæmi og ólétta og svona kvíðslit. Það ýmislegt sem þarf að fara í gegnum. Fitan þannig að fitufrumurnar þola þetta illa. Fitufrumur eru með frumuvegg sem bara lítið skæni og lítinn kjarna og hitt bara fita. Þetta eru mjög svona auðvirðilega frumur þannig séð. Voru saman við margar aðra svona fínni frumur. En þær eru þannig að þegar þær hörna niður þá fer fitan inn í sogakerfið og eyðist upp. Það verður gerðar rannsóknir sem sýna að það verður ekki marktæk hækkun á blóðfitu. Og þetta hefur ekki þannig áhrif heldur að lifur að það sé mæla einu faktora frá lifur. Þannig að fitan raunverulega tekin í burtu frá viðkomandi stað og send í burtu bara. Hún bara skólast í rauninni bara út? Já, hún skólast inn í kerfið, inn í líkamann sem hún tekin bara eins og hver önnur næring og unnin upp á nýtt. Bolli segir þetta góða aðferð til þess að losna við fitu án þess að skera eða gera göt á líkamann, en nóg að fara í eitt skipti. Það þannig að þetta þarf að endurtakast nokkru sinnum. Þetta gert oftast á svona mánaðarfresti og 5 skipti mjög algengt. Það fer mjög mikið eftir tilfellum og líka eftir hvað kröfur fólk almennt að gera, hversu mikið þetta á ganga niður. Þetta vont? Nei, það náttúrulega svo sniðugt vegna þess að kuldin þannig að hann deyfir húðina. Man finnur smá svona kuldatilfinningu í byrjun en síðan bara gengur hún yfir og þá tekur bara við deyfing. Og þannig þetta að nota kulda til þess að deyfa húðina til dæmis fyrir svona minniháttar mjög lítið lengri. Og þannig að fólk finnur ekkert. Það raunverulega tekur bara með sér tölvuna eða hérna liggur og hvílir sig og veit lítið af þessu með það. Við höfum líka verið að vinna aðeins með svona fitu brjóstum karlmanna. Já. Það vil vera svolítið uppsöfnun þar. En oftast erum við að vinna með kvið og síður. Og stundum erum við líka að vinna með læri, innan við læri. Og þegar ég segi að fólk þurfa að vera í kjörþyngd þá notum við samt þessa tækni innan við læri þegar við erum að ræða fitu þar sem þannig að læri strjúka saman. Og alltaf vandamáli kannski með sárum og svo leiðist, þá þetta minkana kannski talsveit mikið niður og ná því vandamáli í burtu þó maður sé ekki að taka neina fellingar, stóra fellingar í burtu. Og fólk sem leitar til manns, það búið að yfirstiga vissan þröskuld. En það þarf ekki vera þannig að það hafi eitthvað stórt vandamál til að koma. Sumir byrja á að afsaka sig og segja ég nú ekkert með neitt stórt eða merkilegt. Það þarf ekki vera þannig. Fyrir okkur gildir einfaldlega að það eitthvað sem truflar og skerðir þína líkamsfærni á einhvern hátt. Þá ástæða til þess að eiga við það.